Íris Lind Sæmundsdóttir Gjósvöld, þú ert næst. Takk kærlega. Heyrðu, ég ætlaði nú bara rétt að drepa stuttlega á 2-3 atriðum sem mér þykja skipta máli í þessum kafla. Nú sit ég í nefndinni og stend í heild sinni á bak við þær tillögur sem við leggjum hér fram. Mér langar hins vegar að halda því til haga að það er mín skoðun að 10% kjósenda geti kallað á atkvæðagreiðslu sé of lágt hlutfall. Ég myndi gjarnan persónulega vilja sjá þetta í 15%. Verði það eins og að niðurstaða ráðsins að 10% kjósenda geti kallað á atkvæðagreiðslu, þá legg ég mikla áherslu á það að ríkar kröfur verði gerðar til söfnunar slíkra undirskrifta. Það má til dæmis líta á það hvernig svona er viðhaft innan Evrópusambandsins svona sambarilegt borgarafrumkvæði. Þar er þeim sem safna undirskriftum gert að skrá sig fyrirfram. Það er auglýst í stjórnartíðindum eða lögbirtingablaði Evrópusambandsins og birt sérstaklega vefsíður sem það sem undirskriftum að safna þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði, bæði hvað varðar bara sérstaklega til dæmis hvað varðar persónuverndar mál og annað þess áttar. Þannig að ég myndi gjarnan vilja sjá þessa tölu 15. Í annarri grein þá erum við með í fyrstu málsgreininni heimild fyrir þingið til að láta fara fram, eða að þingið geti ákveðið að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu tiltekin mál og að þingið geti sjálft ákveðið hvort að niðurstaða hennar verði bindandi eða ráðgefandi. Almennt er ég á móti því að allar þjóðaratkvæðagreiðslu verði bindandi fyrir þing að því að ég er hlynnt því að kjörnir fulltrúar axli þá ábyrgð sem þeir bera með því að sitja á þingi. Ég get hins vegar staðið með þessari tillögu svona í ljósi þess hvernig frumvarp til laga framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna bar að og þær athugasemdir sem löggjafinn sjálfur gerði við vinnslu þeirra laga. Þá kallaði löggjafinn eða gerði löggjafinn beinlínis ákall að stjórnarskrá hugsanlega yrði breytt, að það yrði skoðað hvort að stjórnarskrá ætti að breytast með hliðsjón af því að löggjafinn hefði heimildir til að kalla á bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur í ákveðnum tilvikum. Þess að svo ég skýri þetta nánar þá er í lögum framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna kveðið á heimildir fyrir þingi til að láta tiltekin málefni fram í þjóðaratkvæðagreiðslu og að slík þjóðaratkvæðagreiðsla skuli vera ráðgefandi, fyrirgefiði. Og í athugasemdum með þessu ákvæði segir að það sé mikilvægt að hafa í huga að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu geti aðeins orðið ráðgefandi en ekki bindandi fyrir handhafa ríkisvalds, þar sem stjórnarskráin geri ekki ráð fyrir því að löggjafinn geti ákveða að binda hendur sínar fyrirfram til tiltekinna mála. Og ef ég má vitna bara berum orðum með leyfi formanns, þá segir hér berum orðum í frumvarpinu: til þess að niðurstaðan bindi hendur löggjafans þyrfti að koma til breyting á stjórnarskráni og eins og rakið var í almennum athugasemdum er æskilegt að kanna kosti þess að bæta slíkum ákvæðum í stjórnarskrána við endurskoðun hennar sem stemt hefur verið að langt skeið. Og tilvitnun lýkur. Þetta er svona ástæðan fyrir því að ég get fallist á þessa fyrstu málsgrein þó ég sé almennt á móti því að löggjafinn geti afsalar sér þessari ábyrgð með því að kalla til þjóðaratkvæðagreiðslu og henda ábyrgðinni á einhverja sem er óskilgreindur hópur og getur almennt ekki verið látin axla ábyrgð þegar að kemur að kosningum. Þegar að Þorkell kom inn að var að ræða sína tillögu sem er margt bara mjög góð, ég get tekið undir flest allt sem hann rakti. Ég er hins vegar efins að við eigum að binda hlutfallið eða binda þann fjölda kjósenda við ákveðna tölu. Ég hef búin að læra ýmislegt og þar á meðal á læknum að ýmislegt getur komið upp á eins og skyndileg fækkun fólksfjölda á Íslandi eða jafnvel ótrúleg fjölgun á skömmum tíma.
og það séu ákveðin rök með því að hafa þetta í prósentutölu. Ég geti séð fyrir mig þó að kjörskrá breytist dag frá degi, þá nú almennt gert ráð fyrir því í kosningum að það sé miðað við kjörskrá eins og, eða búsetu fólks eins og hún var 1. desember áður en til atkvæðagreiðslu kemur eða til kosninga kemur. Ég sagði fyrir mér að hið sama myndi bara gilda kröfur þjóðaratkvæðagreiðslu. Það yrði litið til stöðunar eins og hún var 1. desember árið á undan, eða þann 1. desember sem var á undan. Varðandi þessa breytingatillögu eða þessa tillögu sem sagt reglulegt stjórnlagaþing, ég mjög hlynnt því, við í nefndinni höfum ekki endanlega, við höfum bara ekki rætt stjórnlagaþing og aðkomu þessa stjórnarskrárbreytingum. Persónulega finnst mér 25 ár allt og langur tími milli hugsanlegra stjórnarskrárbreytinga. Það kann að vera nauðsynlegt að breyta þeim með einhverjum skömmum fyrirvara eða á einhverjum styttri tíma millibili. Þannig að ég velti því hvort að 25 ár sé að það sé eini möguleikin á að breyta stjórnarskrá, hvort að það sé rétt. Og varðandi það þurfi samþykki aukinn hluta Alþingis þegar að gerðar eru stjórnarskrárbreytingar. Það vissulega rétt að þegar að þjóðin hefur aðkomu að ákvarðanatöku þá kann að vera óþarfi að krefjast þess að þingið samþykki eitthvað með auknum meirihluta. Ef að það meirihluta vilji þjóðarinnar að samþykja eða synja ákveðnu frumvarpi til breytinga á stjórnarskránni, þá ætti hún auðvitað að fá að taka afstöðu til þess frekar en að þingið geti stoppað það, að því við þekkjum og það getur myndast einmitt þessi vel þekkti þröskuldur milli, eða þessi gjá milli þings og þjóðar. Þannig að það kannski athugunarefni hjá okkur. En takk fyrir annars.